Sælverði. Ólafur Jónsson heiti ég, Óli Ufsi kallaður. Ég togaraskipstjóri og harður kvóta andstæðingur. Áður en ég fer í það efni sem ég ætla að fjalla í dag, vil ég byrja að minnast á að við skulum ekki setja alla útgerðarmenn og útgerðarfólk undir sama hattinn. Og fiskvinnslufólk það ráða sama við. Mennið sem ég að fjalla klíka sem var innan LJU, myndaðist einhvern tímann fyrir 1990 og náði síðan öllum völdum 91 og strengdi þess heit að með hvaða ráðum sem væri skildi kvótakerfinu haldið við. Þetta ekki fallegt efni sem ég fer að tala hér og ég ætla að gera meira heldur en þeir menn sem ég fjalla gerðu nokkuð tímann. Ég ætla að biðja fyrir hönd okkar sem urðum fyrir þeim, fjölskyldur þeirra fyrirgefningar á að ég skuli sjá mig knúinn til þess að fara hér með sannleikan hvernig ástandið í greininni og hverjir koma þar að. Ofbeldið í sjávarútvegi það sem ég ætla að fjalla Í flestu tilfellum þetta afkomu ofbeldi og þeir verða fyrir því annars vegar þeir sem ljóstra einhverju upp segja frá þegar þeir verða vitni að því þegar fiski stolið undan þeir verða vitni að því að sortir eru kallaðar hinum ýmsu nöfnum. Það ágæti skilgreina á þessu í kompásþættinum sem gerður var og á YouTube og verður aldrei máður þaðan út sem skömm á íslensku sjávarútvegi. Og síðan eru aðrir. Það eru þeir sem fara í samkeppni við þá. Leyfa sér til dæmis að bjóða hærra verð í fiskinn eða taka ekki þátt í að bæta við ís fiskinum þegar eiga að gefa sína skýrslur. Ég ætlaði að fá að birta eitt bréf sem ég hef fengið ásamt mörgum en þá fékk ég þetta svar frá manni sem hefur verið ásamt félaga sínum að byggja fyrirtæki og verður núna að gefast upp. Ég hef nú lesturinn. Ég kenni þessum öflum enga lexíu. Þessir menn forherðast og hefna sín. Ég hef ekki styrk í meira hark. Ég búinn að eyða nokkrum árum í að berjast, var á sínum tíma að landa framhjá Vikt og hringdi í RÚV og Fiskistofu. Í hvert sinn sem ég landaði, þetta hefur litlu skilað nema vesinni og mótlæti fyrir mig. Ég vil komast í skjól með fjölskylduna áður en ég opinbera mína sögu. Ég má alls ekki við því að þetta komi fram. Svo ég minnist aftur á kompásþáttinn. Allir sem komu fram þar hafa orðið fyrir miklum árásum sem felast í afkomu ofbeldi. Ég fékk bara hringingu eftir að ég hafði verið þaggaður niður og látin sverja þess eið að koma hvergi nærri stjórnmálum eða umfjöllun fiskveiðistefnuna í 10 ár. Það var ráðist á mig og fyrirtæki sem ég hafði komið mér upp var svikið frá mér með róburði og viðbjóði. Síðan ætlaði ég að setja litla svargrein í Morgunblaðið. Þá
hringdi í mig maður, Þorsteinn Már Baldvinsson, og hótaðist við mig með því að lýsa aðförunum sem hann hafði gert að mér. Hvernig hann hafði vaðið inn í hampiðjuna með flokk manna og reyndi að fá mig rekinn þaðan. Síðan hafði hann plantað í minn hóp sem stofnaði þetta fyrirtæki pöttu, ógeðslegri pöttu sem bjó upp á mig lygasögur og viðbjóð, fékk fjárfestirinn á móti mér og mér hent út úr stjórn fyrirtækisins, ég var stofnandinn, og síðan með eins miklum skakkaföllum og hægt var, þar sem ég tapaði ekki bara eins og hálfsárs launum, heldur stórlegum kostnaði. Já, ég nefni Þorstein Má þarna. Það vill svo til að hann víða nefndur í þessum bréfum. Hann hikaði ekki við þetta hérna á árum áður, að rífa upp síman og segja mönnum til syndana. Og hjá Þorsteini Má var þetta ekki dómur í 1 ár, dómur í 3 eða 5 ár. Nei, þeir sem eru dæmdir af Þorsteini Má Baldvinssyni eru dæmdir í ævilangt fangelsi og skulu hljóta afkomu og ofbeldi allan tíman. Hann samt kannski ekki vesturkallinn. Það eru pötturnar sem vinna fyrir hann og við verðum fyrir. Þegar ég réðst á hann eftir þetta símtal, þá gripu einhverjir inn í og það var reynt að, og hann sé sér hætti þessu símakjaftaði sínu, að sjálfsögðu. En þá var stofnað heilt félag í kringum þá sem hafa einhverja hagsmuna að gæta í sjávarútvegi. Þú færð ekki að borða brauðmólana frá kvótahöfunum núna nema vera í því sem þeir kalla sjávarklasa. Sjávarklasin eitthvað skítugasta spunaverk sem gert hefur verið í íslensku þjóðlífi. Þeir sem eru inn í sjávarklasanum hafa forgang að versla við kvótahafana, þessi sem hafa fengið öll völdin af því að við færum þeim hann. Hugsið ykkur. Þeir lifa sem gengu í sjávarklasan, voru þvingaðir, þeir gátu ekki gert neitt annað. Þessir menn verða að setja nafn sitt við skítugar drullu auglýsingarnar þeirra. Þið sjáið eins og sponsera. Þessir menn, þeir verða bara að samþykkja, þeir þurfa ekki að borga þessar auglýsingar eins og sponsera eða eitthvað. Nei, þeir verða að láta nöfnin sín þarna til þess að þóknast Þorsteini Má og kvóta hirðinni. Þetta viðbjóðurinn í þessu þjóðfélagi í dag og þetta viðgengst. En í sjávarklasanum eru allir sem vinna undir þeim höftum að tjá sig ekki neikvætt sjávarútveg á Íslandi. Og þeir sem þarf að minna á fá svona í samningin hjá sér. Nú ætla ég að lesa upp hluta sem ég var sendur. Skuldbindur sig til að fjalla ekki sjávarútvegsmál, kvótamál, fiskveiðistjórnunarmál og önnur mál sem tengjast starfsemi fyrirtækisins eða viðskiptavina hennar á opinberu vettvangi, svo sem í ræðu eða riti, í fjölmiðlum, á heimasíðu sinni, á Facebook og annar staðar á internetinu, á meðan samningur þessi í gildi, annars verður rekinn. Ég að lesa þetta hérna upp, þar sem öll fyrirtæki sem ætla sér að hafa viðskipti við kvótahirðina verða að leggja fyrir starfsmenn sína eða reka þá. Hvað ógeðslegra en þetta? Og nú skal ég segja ykkur frá afkomuofbeldi, því afkomuofbeldi, eins og við erum að sjá að farið að beita víða. Ég veit skip þar sem bréf hafa verið send borð og allri áhöfninni tjáð að þeir skulu ekki tjá sig málefni skipsins, útgerðarinnar eða sjávarútvegsins.
hvergi, eins og þetta bréf segir til. Ef þú gerir það, þá ertu rekinn. Og þú ert ekki rekinn frá skipinu bara, þú ert rekinn úr útgerð. Þú fær fergilsvinnu í útgerð eða tengdri atvinnustarfsemi. Og nú skal ég segja ykkur ennþá stærri sögu. Með kvótagullinu sem við höfum séð flæða þjóðfélagið í formi froðunar fyrir hrun, froðunar sem olli hruninu, þá keyptu þessir larvar sér inni í atvinnulífið og stofnuðu til dæmis samtök atvinnulífsins. Það er þeirra verk. Og þarna sáum við stór samtök eins og samtök iðnaðarins breyta afstöðu sinni til kvótans. Þeir eru eins og kolkrabbi og teygja anga sína allt þjóðfélagið, því þeir vilja þagga niður viðbjóðin sem þeir eru að gera þjóðinni. Þetta er ekki eins fallegu pistill og pistillinn minn í gær. En við getum ekki lokað augum og eyrum. Því miður. Þetta er sannleikurinn á Íslandi í dag. Þetta var ekki það Ísland sem ég vildi og þetta er ekki það Ísland sem þú vilt að börnin þín búi í. Núna skulum við rísa upp, í guðanna bænum rísum upp gegn glæpahyskinu. Takk fyrir í dag.